Ég ætla að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin hérna í dag, bæði þið sem hérna í salnum en líka þið sem situr heima fyrir. Ég ætla að bjóða ykkur gleðilegan hvíldardag. Ég ætla að hjálpa okkur öll til þess að muna eftir því sem Jesús gerði fyrir okkur á þessum punktu lífs hans þegar hann gaf líf sitt fyrir okkur. En við skulum byrja með því að halda bæn svo við skulum lúta höfði í augnablik. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund og takk fyrir það við megum koma fram fyrir þig. Við biðjum þínu nærveru með þín heila anda hér til þess að við getum skilið boðskapinn og tekið hann með okkur út í lífið. Viltu blessa okkur og passa í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja sálnum á 127 í grasagarðinum. Rosalega þetta mikilvægt að við getum öll tileignað okkur svona fína sálmar á mismunandi tungumálum og það Guð gefið að við getum öll skilið mismunandi tungumálum og við þökkum fyrir það. En við ætlum að halda áfram að syngja sálmur 124 og ég kveiki á kertum mínum.
ætlum að lesa ritningatekstan sem tekur úr 1. Mósebók. Gjöru svo vel þegar mig koma og standa upp. Svo 9. kafla 1. Mósebókar og 12. og 13. vers. Og þar segir: Og Guð sagði: Þetta merki sáttmálinn sem ég gjöri milli mín og yðar og allir lífandi skepna sem hjá yður eru allar ókomna aldir. Bog minn sitja í skýin og sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Við skulum allir sem geta krjúpa niður til bænar. Kæri himneski Faðir, við komum fram fyrir því á þennan hvíldardag þar sem við erum að hugsa það sem þú gerði fyrir okkur á Golgata. Við biðjum að þú vil hjálpa okkur til þess að íhuga að fylgja þér fullt og allt í öllu sem við tekum okkur fyrir hverju mínustu degi. Við biðjum að þín heila anda megi vera innri með okkur og leiðbeina okkur og við þökkum þig fyrir að það þú búin að lofa þú vil gera við bjóðum þig inn í lífi okkar. Við biðjum blessun og þökkum fyrir það í Jesú nafni. Amen. Við ætlum svo að syngja eitt lag til viðbótar sem heitir Varstu þar, nr. 130 í Salmabókinni. 130 í Salmabókinni. Við ætlum að taka upp gjafir og gjafirnar rennir í safnaðarsjóð.
Við skulum lúta höfuð í bæn. Kæri Faðir, við þökkum fyrir þessi gjafir sem hefur verið safnað hér inn. Við biðjum að þú vilji varðveita þeim og vil gefa þeim, hjálpa okkur að gefa þeim til þeim sem þarfnast þess. Og við biðjum líka að við megum öfla starfið hérna í kirkjunni. Kæri Faðir, við biðjum að þú vilji blessa gjafarann og þakka fyrir í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, þá komið að ykkur. Þið megið koma hérna að setjast fremst og svo ætlum við að syngja hérna Ástafaðir himinhæða, númer 76. Yndislegt að sjá ykkur hérna fyrir framan, krakkar mínir. Nú ætla þú að vilja að segja ykkur barnasaga. Góðan daginn, krakkar. Hvað segir þið gott? Allt gott. Ég ætla að segja ykkur eina sögu. Já. Ég ætla að segja ykkur eina sögu sem þið ábyggilega þekki mjög vel. En í Biblíunni stendur að sem sagt í upphafi, jörðin fór yfir mikla flóð. Já. Já, hún heitir Örkin hans Nóa. Svo jörðin fór yfir mikla flóðið. Allt var bara búið. Nema Nói og fjölskylda hans og fullt af dýrum var inni í mörkinni í marga daga. Það ringdi og ringdi og ringdi. Já, Nói og fjölskylda hans voru svolítið svona bara nú það svolítið þreytandi að vera í mörkinni svona langan tíman. Og svo eftir marga daga, þá byrjaði vatnið að, sem sagt, já, segir Jóhann. Og þá Nói og fjölskylda hans og dýrin komu bara úr örkinni og allt var grænt og fallegt og þau voru svo glöð. Allt var nýtt. Og svo fyrir aftan, þið sjáu regnbogan, fallegan regnbogan. Getur einhver sagt mér hvað þýðir regnboginn? Af hverju sjáum við regnbogan á himninum? Já.
Já, en það þýðir að Guð sjálfur sagði að ég gef loforð ykkur að ég mun aldrei senda flóðið aftur og ég sem sagt mun alltaf annast ykkur. En það gerði svolítið merkilegt eftir, langan tíman og það stendur í Biblíunni, í lok Biblíunar, það var maður sem hét Jóhannes og honum var sem sagt sýn af himninum og hann sá Guð sitjandi í hásæti hans og fyrir aftan hann var sami regnbogi sem Nóa sá eftir flóðið. Ekki svolítið merkilegt? Svo sami Guð sem gaf Nóa loforðið að hann verður alltaf með fólkið hans, hann svo sami Guð og hann verður að eilífu með okkur öllum í lok. Svo þegar þið sjáu regnbogann á himninum, þið getið munað að Guð, hann elskar ykkur og hann að hugsa ykkur. Herra, þá skulum við bara biðja og þakka honum fyrir að hann búinn að lofa okkur að hugsa vel okkur, alltaf. Góði Guð, við viljum þakka þér fyrir fallegan loforð að þú búinn að lofa okkur að alltaf að hugsa okkur og að þú okkar Guð og við þitt fólk. Við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Við viljum svo að bjóða Adrian að koma hérna upp. Gjörðu svo vel, Adrian. Good morning. Góðan daginn og verið velkomin. How are you today? Hvernig hafið þið það í dag? How many of you agree with Doville's story? Hversu mörg ykkar eru sammála sögun hennar Doville? Amen. Amen. And I don't know what happened to my voice last night. I was fine. Gracias. Ég veit ekki hvað gerist fyrir röddina mína, en í gærkvöldi þá var hún allt í góðu. But I hope I will be able to speak for an hour. En ég vona þess að ég muni ná að tala hérna í heilan klukkutíma. Amen. Amen. Okay. We have a very nice story from Doville. Við heyrðum hér mjög fallega sögu sem Doville var að segja okkur áðan. And very fitting, obviously. Og passar vel við. As always, I practice with Doville during the week before I have the opportunity to share with you. Og eins og ávallt þá deili ég fyrst með Doville í vikunni á undan áður en ég deili með ykkur. So I guess she got inspired. Og það má kannski segja að hún hefði fengið smá innblástur þarna. Okay. When we see the clouds Þegar við horfum á skýin in the sky coming, og þau eru að koma í himninum, what do you think about? What comes to your mind? hvað kemur ykkur í huga þegar við horfum á skýin koma? Bad weather, isn't it? Usually, we don't think about running out in our shorts Við hugsaum okkur kannski ekki að við sem að fara að hlaupa út í stuttbuxum, and jump around, play some football. Well, it could happen. hoppa og spila fótbolta. Jú, það getur nú kannski alveg gert. But we usually think about rain,
En við hugsum frekar til rigningar, snowstorm, rainstorm. snjóstormur, stormur með rigningu. And does anybody remember what does storm represent? Og munið þið Brings into you when you think about storm? hvað stormur táknar, eða hvað það sem kemur til ykkur í huga þegar þið hugsa stormin? Disaster, yes. Og hamfarir, já. Maybe hardships. Erfiðleikar. Panic or Panic. being afraid. Yes. Usually, especially in the Bible, the storms, clouds represent, we can connect it with fear, with uncertainty. Og stormar og ský í Biblíun, þau eru tengd við ótta eða einhver svona óvissu, Judgment dóm and loss. og missir. And I think it's very accurate, no? There are some exceptions. Sometimes we enjoy the rain a lot. Og ég held að það sé bara nokkuð nákvæmt, en auðvitað eru undantekningar, stundum njótum við þess að það rigni, But nobody likes a storm. en það líkar engum sérstaklega stormurinn. We had a crazy one like last week, no? Og bara í síðustu viku var það ekki, þá vorum við með alveg rosastorm. The city stops, don't go out, no school, difficult to get to work. Það var bara stoppað allt saman og engin skóli og ekki mæti í vinnu og svo fram til göttunum. Isn't it? Var það ekki? Now we are going to read from Genesis 9, Við ætlum að lesa 13 to 16. úr 1. Mósebók 9. kapla, versi 13 til 16. But let's have a prayer before we continue. En við skulum lúta höfði í bæn áður en við höldum áfram. I will pray and I will ask you to pray for me. Ég mun biðja og ég vil biðja ykkur að biðja fyrir mér. Dear Heavenly Father, Kæri himmelski Faðir, thank you very, very much for the Sabbath day við þökkum þér fyrir þinn hvíldardag and thank you for the weather og fyrir veðrið í dag and the opportunity you give us to be here this morning. og það tækifæri sem þú hefur gefið okkur til þess að vera hér í morgunsárið. And as we are going to open your word, Og þegar við ljúkum upp orðið þínu, I pray, Father, that you will help us understand, þá biðjum við þess að þú hjálpar okkur að skilja orð þitt learn, og læra and apply it. May you apply it to our lives. og meir þú láta það virka sem afl í lífi okkar. Father, in my understanding, what I'm going to share, it's something beautiful. Það minn skilningur að það sem ég hef verið að deila með okkur hér sé fallegur sannleikur. But I pray, Father, that you will give me the right words, En kæri Faðir, ég bið þess að þú með að gefa mér réttu orðin að mæla, that you will bring remembrance to my brain, að þú meir draga mér í huga upp and then despite of myself, that you will share through me. og í þrátt fyrir mig sjálfan að þú meir deila í gegnum mig. I pray this in the name of your Son, Jesus Christ. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Okay, let's read Genesis 9:13 to 16. Við skulum lesa í 1. Mósebók 9. kapla, vers 13. vers til 16. til og með 16. vers. I read 13 to 16, 1:1:1, no? Já, já. Okay. And it says, I have set my bow in the clouds, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. Boga minn set ég í skýin að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. When I bring clouds over the earth, and the bow is seen in the clouds, Og þegar ég dreg ský saman yfir jörðinni og boginn sést í skýjunum, I will remember my covenant that is between me and you, and every living creature of all flesh, and the waters shall never again become a flood to destroy all flesh. þá mun ég minna sáttmála míns sem á milli mín og yðar og allra lifandi sálna í öllu holdi
Og aldrei framar skal vatni verða flóði til að tortryma öllu holdi. When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. Og boginn skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann til þess að minnast þess eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi sálna í öllu holdi sem á jörðinni. Amen. Amen. Now, another question. Nú kemur spurning. We were talking about clouds and what do they represent, Við vorum að tala ský og hvað þau tákna, isn't it? var það ekki? Now, it got my attention that where is he going to put the rainbow, according to the text? Og það vakti athygli mína, sérstaklega, hvar það sem Guð ætlar að setja regnbogann? In the clouds, Í skýin, isn't it? það ekki? That's very interesting, and hopefully we will get more into it. Og það mjög áhugavert og við getum vonandi skoða það enn betur. Now, another thing that gets my attention, when you see the rainbow, Og annað sem vakti athygli mína þegar við sjáum regnbogann, what do you think about? hvað hugsuðu Any answer is good. Hvað hugsuðu Það ekkert rangt svar. El amor de Dios, the love of God. Kærleik Guðs, Yes. And somebody else? beauty, Beauty. fegurð, Yes, it's very beautiful, actually. Yes. mjög fagur, regnboginn. Og svo já, eitthvað sem öðruvís en hitt, það að segja, þú ert með skýjað og rigningu en svo kemur þarna fallegur regnbogi í svona móti. That God will never destroy the earth again with a flood. The promise that he made, yes. Lofar Amen. Guðs sem hann gaf. So can one that has one more. Certidumbre, certainty. No? Yes. Fullvissa. Fullvissa. Amen. Yes. So could we say that when we see the rainbow, Getum við sagt að þegar við sjáum regnbogann, through all of these answers that you gave, í gegnum þau svör sem þið hafið veitt hér, we think about God, að við hugleiðum og hugsum til Guðs isn't it? þegar við sjáum regnbogann. Það ekki? Og The promise that he gave us. og lofurinn sem hann gaf okkur. Now, if we go to verse number 16, Og við förum í 16. vers, and in 15 also he says it, but let's go to number 16. og hann segir það líka í versi 15, en við skulum fara í 16. versið. I don't know if you have ever noticed, Ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir því, but it says, when the bow is in the clouds, og boginn skal standa í skýjunum, I will see it, og he ég mun says, horfa á hann and I will remember. til þess að minnast. Það hann sem minnist. Guð sem minnist. Do you realize that here we have the God of the universe Við tekið eftir því að hér erum með Guð alheimsins saying, sem að segja, every time I see the rainbow, í hvert sinn sem ég segi regnbogann, I will think of you. þá mun ég hugsa til ykkar. Have you ever thought about that? Hafið þið einhvern tímann hugsað út í það? So every time Í hvert sinn you see the rainbow, að þið sjáðu regnbogann, remember munið það that God, at that very moment, að Guð á þeirri stundu is thinking of you. líka að hugsa þig. It says it here, verse 15 and 16. Og það segir það hér, bæði í versi 15 og 16. Amen. Amen. And this is very important and very beautiful to know, Og þetta mikilvægt að vita og þetta líka mjög fallegu boðskapur. because it takes a very different meaning. Því að þá tekur þetta aðra merkingu. And especially now that
like Gustavo has been sharing about covenants, Og eins og núna hefur Gustaf verið að deila með okkur með varðandi sáttmála. and we are now in the Easter weekend, and we think about the cross and Calvary, the Golgotha. Og við erum nú páskahelgin og okkur hugsað til krossins og hausa skellja Golgata. Now, let's think a little bit about the flood. Við skulum huglega aðeins og hugsa aðeins flóðið sjálft. When I think about today, Þegar ég huglegi það í dag, how many of you like your neighborhood? hversu mörg ykkar finnst þykir vænt eða líkar við hverfið ykkar? I like my neighborhood very much. Eða nágrenni ykkar? Happens to be the same neighborhood as Kitty. Og við erum í sama hverfi. I really like my neighborhood. Mér líkar mjög vel við hverfið. You know, when I get out of or look through the window to the, what is it, north, Og þegar ég lít út gluggann og horfa til norðurs, is the Rooidawacht, þá isn't sé it? ég Rauðavatn, já. Then you turn to you look to the left is this Elliðavatn and Og svo Elliðavatn þarna líka, Heiðmörk. og svo Heiðmörk. And then we look south and it's the horse houses. Og þau lítið til suður og þar eru hesthúsin. The kids like in the evenings that we go for a walk there. Og krökkunum finnst það gaman þegar við förum á göngum þarna í hesthúsunum. I like our bonus there, very close by. Og svo bónus þarna rétt hjá. And Líka vel við það. there is a bus station right there that the kids can take when they go to music and leaves them back right almost at the door. Og það strætóstoppistöð sem bara ægilega alveg við hurðina, sem að börnin geta tekið strætóin til að fara í skóla og tómstundir. I like it. Mér líkar mjög vel við hverfið mitt. Now, as Dovile was sharing, Og eins og þegar Dóvili var að deila með okkur áðan, it was very nice thought for the kids. það var þetta mjög falleg hugsun fyrir börnin. But let me tell you that after the flood, En ég skal segja ykkur að eftir flóðið, when Noah came out, þegar Nóa kom úr öskinni finally, að lokum, you know, it was raining for 40 days and 40 nights. það rigndi í 40 daga og 40 nætur. And it took about 5 to 6 months for the water to recede. Og það tók 5 til 6 mánuði fyrir vatnið til að Settle down. Sjatna, já, það rétt orðið, takk hérlega fyrir. And Sjatna. yes, and it was about a year, 360, 70 days, Og þetta var það bil ár before Noah and his family could get out of the ark. Og það var heilt ár þangað til að þau gátu fara út úr öskinni. And let me tell you that his neighborhood was gone. Og við skulum bara, horfstu auðvitað það, hverfið hans, það var bara alveg horfið. His favorite store was gone. Uppáhaldsbúðin hans, hún var horfin. Friends and relatives. Vinir og ættingjar. There was total silence and desolation. Það var þögn og eyðing. Did you realize that? Hafið þið áttað ykkur á því? The landscape had completely changed. Landslagið, það var gjörólíkt. That beautiful lake at the north and the other one at the south, the west, was gone. Og stöðuvötnin sem hann hefði horft á áður, þau voru horfin. It was a complete shock. Það hlýtur að hafa verið mikið áfall. Now, the interesting thing En það sem áhugavert is that in the middle of all of this, að í miðjunni á öllu þessu, at that very moment, á þessari stundu, when they come out, eða þegar þau koma út úr öskinni, it must be traumatizing an experience like this, to be honest. það hlýtur að vera svona, áfallatengt upplifun til að vera hreinskilin.
your whole world, your whole life, everything you know and knew was gone. Því að allt lífið, allt sem þú þekktir og allt sem að var til áður, það var horfið. And in the middle of this, Og í miðjunni á öllu þessu God says, segir Guð, I will set my bow in the clouds. og bogan minn skal ég skal standa í skýjunum. And this says, I will remember my covenant. Og ég mun minnast hins eilífa sáttmála. When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant. Og boginn skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann til þess að minnast hins eilífa sáttmála. But now, why did all of this happen? En hvers vegna gerist þetta allt saman? I know there is a very logical answer to this. Ég veit að það er mjög svona lógist svar við þessu öllu saman. Why did Noah get to this point where when God told him, build an ark, everything you know, as you know it, is going to be gone? Hvers vegna komst Nóa á þennan stað að Guð segi við hann, farðu og byggðu þessu örk, allt sem þú þekkir það mun hverfa. Any answers? Við svör við því. Let's go to Genesis 6, Við skulum fara í 1. Mósebók, 7. kapla 1 og 1. vers and 2 maybe. og jafnvel annað vers líka. And it says, when man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, Fyrsta versi, mönnum tók að fjölga á jörðinni og þeim fæddust dætur, sáu synir Guð. Where did you stop in the verse? Oh, sorry. Yeah. 1, the sons of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives any they chose. Sáu synir Guðs að dætur mannanna voru fríðar og tóku sér konur meðal þeirra allar sem þeim geðjaðust. This is the point. Let me tell you, how many of you consider yourselves sons of God, children of God, part of the family of God? Og má ég spyrja, hversu mörg ykkar telja sig vera syni dætur Guðs, börn Guðs? Amen? Amen. What or who makes you or gives you that right? Hver er það sem gefur þér þann rétt? Jesus, Jesús. isn't it? Það er Jesús. It is through Christ that we are adopted into the family of God. Það er í gegnum Krist sem að við erum ættleidd inn í fjölskyldu Guðs. And we become sons and daughters of God. Og þar með verðum við synir og dætur Guðs. We are all God's creation. Við erum öll sköpun Guðs. But it is through Christ that we become sons and daughters of God. En það er í gegnum Krist sem að við verðum synir og dætur hans, Guðs. Now, do you remember the story of Cain and Abel? Munið þið söguna Kain og Abel? Do you? Amen? Okay. For those that don't remember it or know it, Fyrir þá sem ekki þekkja söguna eða muna eða we have two brothers, það eru tveir bræður. Cain and Abel. Og Abel. Okay? One Einn brings a lamb as a sacrifice. kemur með lamb sem fórn, The other one en hinn brings some fruits. kemur með ávexti. No? Er það ekki? Who does that lamb represent? Hver er tákmynd þessa? Hvernig á þetta lamb að tákna? Jesus. 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 Já. Okay? So, Cain, Kain, obviously, Abel accepts that lamb eða Abel, hann
tekur á móti lambinu, fórnlambsins, which is the one that makes him and us a son of God. þetta lamb sem gerir okkur að syni og dætrum Guðs, Because this lamb was pointing því to að Jesus. lambið benti áfram til Jesú. Amen? Er það ekki? Amen. Now, Cain En Kain, rejects or ignores hann hafnar eða að minnsta kosti hunsar the only way for him to be a son of God. einu leið hans til þess að verða sonur Guðs. You understand? Skil við það? So from that moment, Svo The- frá þeirri stundu, Cain gets upset, kills his brother, þá verður Kain upptendraður og hann myrðir sin eigin bróður. Adam and Eve Og Adam og Eva, begets Seth, og Adam og Eva eignast Seth, and from that moment, og frá þeirri stundu we have two lines, the line of Cain and the line of Seth. Og frá þeirri stundu þá höfum við tvær ættlínur, ættlínu Seth og ættlínu Kain. One line accepts the gift, accepts the sonship to become sons and daughters of God through Christ. Ein ættin tekur á móti fórnardauða og fórnargjöf Krists, The other line goes without it. en hinn kýs að vera án þeirra. Now we read in Patriarchs and Prophets, Við lesum í ættförum og spámennum, maybe Kitty will have to. The wickedness of man was the result of this unfaithful alliance, and it brought the flood upon the world. og ílska mannsins var vegna þessa ólöglega sambands, og það færði flóðið yfir heiminn, eða var til þess valdandi að flóðið kom yfir heiminn. You remember these two lines. Það að segja þessar tvær ættlínur. One line accepted and became adopted, Ein línan sem að tók á móti fórninni og var þannig ættleidd and became the sons and daughters of God. og varð synir og dætur Guðs, The other line ignored that gift. og hinn ættlínan hún hafnaði þessari gjöf. Or rejected it. We don't know what happened exactly. Hafnaði eða hunsaði. Við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað gerðist. And we read again in Patriarchs and Prophets, We page have- 81, 92. Við lesum blaðsíðu 81 og 82 í ættförum og spámönnum. The sons of God displeased the Lord by intermarrying with the daughters of men. Association with the ungodly corrupted their faith. Og synir Guðs, þeir gerðu drottinn hryggan með því að giftast dætrum mannana, og þessi sambönd, þau voru óguðleg, og þau sem sagt þá spilltu trú þeirra. Það er óskaplega erfitt að þýða Ellen White Yes, on the spot. Yes. staðastund, en ég vona að þetta hafi komist til skila. So, we have the line of Seth, Við höfum línuna, ættarlínu Seth, sons of daughters of God. synir og dætur Guðs, We have the line of Cain, og við höfum línu Kain, sons of and daughters of men. synir og dætur manna. After a few generations, they start to intermarry, En eftir nokkrar kynslóðir þá byrjuðu þau að giftast þannig að minna milli, and just like we have seen it happening in our times, og alveg eins og við séð á okkar eigin tímum, little by little, kannski lítill hlutur og lítill hlutur, the sons of God, the line of Seth, að synir Guðs, Það- lína Seth, started to adopt customs and habits. byrjuðu að taka upp siðir og venjur, Little by little, lost their faith, og mistu alltaf meira og meira af sinni trú their commitment, og þeirra staðfestu, their Christian lifestyle,
kristna eða lífverðni that resulted in the flood. og að lokum var komið að flóðinu. Now, let's go back a little bit to 14 and 15, and it says, when I bring clouds over the earth, and the bow is in the clouds, I will remember my covenant. Skulum fara aftur að 14. og 15. versið. Og þegar ég dreg ský saman fyrir jörðina og boginn sést á skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns. God here says, I will remember my covenant. Guð segir hér, ég mun minnast sáttmála míns. I will think of you. Ég mun hugsa til ykkar. Okay? Now, in the clouds, Í skýjunum, he puts the bow. þá setur hann boga sinn. So this bow represents Með þessi bogi hann táknar where justice þegar réttlæti, meets mercy. þegar réttlætið mætir miskunn. Noah comes out of the ark Nóa kemur út úr örkinni, completely shocked. hann bara kannski í áfalli. Everything he knew is gone. Allt sem hann þekkti áður horfið. Judgment took place, Dómur hefur átt sér stað and at that very moment, og á þessari stundu God shows mercy, þá sýnir Guð miskunn and through that bow, og í gegnum þann boga God represents his justice and his mercy. þá táknar hann bæði réttlæti sitt og miskunn sína. Okay, I hope I won't get in too much trouble again. It's okay. This is also from Patriarchs and Prophets. Og aftur úr ættföður spámennum. How great the condescension of God and his compassion for his erring creatures, in thus placing the beautiful rainbow in the clouds as a token of his covenant with men. Hversu mikil miskunnsemi Guðs og samúð hans fyrir börnum hans sem að fara villu vegar í því að setja þar fallegan regnbogann í skýin sem teikn þess sáttmála sem hann gerði við mennina. Now this one I will just paraphrase it so we don't make it so difficult. Ég ætla bara að umorða þetta aðeins til að gera þetta einfalt. In Patriarchs and Prophets also says, as the bow in the clouds is formed, Eins og aftur í ættföður spámennum, og hann ætlar að umorða það, eins og boginn myndast í skýjunum. then she refers to the Revelation 4, where the throne, what Dovile was mentioning, the throne is encircled by the bow. Og þarna hún að vísa til Opinberabókar 4. kafla eins og Dovile nefndi áðan, þar sem að hásæti Guðs umkringt hinum hringlaða regnboga. And she says, there it represents justice meeting his mercy. Og þar táknar það réttlæti hans sem mætir miskunn hans. So, now one question. Spurning til ykkar. Here is where it becomes personal. Hér það sem þetta verður persónulegt. It really becomes personal for God. Að þetta verður vissulega persónulegt fyrir Guð. As we remember Calvary, Þegar við minnumst the cross of Calvary, krossinn á Golgata, where did justice and mercy and when actually met? því að hvar voru það sem að réttlætið og miskunnin mættust í reynd? In Christ, Í Kristi, at the cross, á krossinum, justice and mercy met again. mættust aftur réttlæti Guðs og miskunn hans. As justice fell on Christ Þegar at the réttlætið cross, féll á Krist á krossinum, because you remember, he bore
whose sin? Því þið munið, hann bar syndir hvers? Our sins. Okkar syndir, vorar syndir, voru það sem hann bar. And justice needed to be applied. Og réttlæti þurfti að hafa sinn gang. Okay, I don't want to get into motion. At the cross, Á krossinum, justice was met þá var réttlætinu uppfyllt in Christ. í Kristi. But at the same time, En að sama tíma, through Christ, fyrir Krist, mercy flew flæddi náð og miskunn Guðs to all of us. til okkar alla. And this is the beauty Og þetta er fegurðin of the rainbow. við regnbogan. Before the cross of Calvary, Fyrir krossin á Golgata, the rainbow was a promise, var regnboginn lofur þess. not only that he would not destroy the earth again, Ekki bara það að hann myndi ekki leggja í eyði jörðina aftur, but as we see in Revelation 4, en heldur sjáum við líka í Opinberabókinni 4. kafla but that his justice and mercy would meet. að réttlæti hans og miskunn hans myndi mætast. And that happened at the cross. Og það gjörðist á krossinum. After the cross, Eftir krossin, it's also a reminder for us þá er þetta áfram minning fyrir okkur, áminning fyrir okkur, that justice að réttlæti has been served réttlætinu hefur verið fullnægt and mercy og miskunnin has reached out to us. hefur náð til okkar. Amen. Amen. So this is let's move a little forward. This is the interesting point here. Og þetta er áhugaverða sem ég vil deila með ykkur sérstaklega. Do you remember in verses 15 and 16 of the text we read today? Munið að í versum 15 og 16 sem við lásum í áðan, He says, þá segir hann, every time I see the bow, hvert skipti sem ég sé regnbogann, I will remember þá mun ég muna, my covenant. minnast mín sáttmála. And this is what I was saying. This is where it becomes personal for God. Og það er hér sem að þetta verður persónulegt fyrir Guð. Because every time he sees that rainbow, Því að hvert skipti sem hann horfir á þennan regnboga, he remembers the covenant. þá minnist hann sáttmála síns He remembers the sacrifice of his son og fórnar sonar síns and the mercy that was purchased by his blood. og þeirri miskunn sem var keypt með blóði hans. And guess who he thinks about? Og gettu hvern hann er að hugsa He thinks about you. og hann hugsar þig. So, that rainbow Þessi regnbogi represented táknaði the justice and the mercy of God. réttlæti og miskunn Guðs. And at that cross, Og þessi kross, justice and mercy finally met. þar mættust réttlæti og miskunn Guðs að lokum. For the salvation of all mankind. Til frelsunar alls mannskins. That includes me, Og það innifellur mig that includes you. og þig líka. So this is my invitation for you today. Svo þetta boð mitt til ykkar í dag. Whenever you see the bow, Og í hvert skipti sem þið sjáuð regnbogann, remember minnist þess that justice has been served að réttlætinu hefur verið fullnægt and mercy has reached out for us og náðin er okkur aðgengileg at the cross. í krossinum. And remember that God is at that very moment Og munið það á þeirri stundu thinking about you. er Guð að hugsa þig. May God bless us all. Megi Guð blessa okkur öll. Amen. Amen.
Let's. I just want to finish as a blessing by reading again verse number 16. Mér langar til þess að lesa sem blessunar orð í 9. kaflanum og vers 16 And we will read also 17. og vers 16 og 17. And I hope as we read it now, Og ég vona að þegar við lesum það nú, what we were just talking about, what I just shared with you, will make a whole lot of sense. að það sem við höfum verið að ræða nú hér og ég hef deilt með ykkur að það muni koma skýrt fram. When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. Og boginn skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann til þess að minnast hins eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi sálna í öllu holdi sem á jörðinni. And God said to Noah and to us, Og Guð sagði við Nóa og okkur: this is the sign of the covenant that I have established between me and all flesh that is on the earth. Þetta tekt sáttmálans sem ég hef gjört milli mín og alls holds sem á jörðinni. May God bless you and us. Amen. Megi Guð blessa þig og okkur. Amen. Við þökkum fyrir þessu góða orð sem Adrian var að færa okkur hér og við ætlum að fara beint yfir í tilkynningar. Einhverju sem eru með tilkynningar? Kæru safnaðar meðlimir og gestir, það ein tilkynning